Við erum stödd á æfingu hjá U16 kvenna í körfubolta. Hér erum við þjálfarann Ingvar Þór Guðjónsson. Ingvar, það er ekki á hverju degi sem að yngri landsliðin í körfubolta eða yngri landslið yfir höfuð er að koma svona til landsbyggðina og æfa. Hvað kemur til? Helgi Braga, hann bauð okkur þetta og ég var með þessa stelpu líka í fyrra í 15 ára liðinu. Þá bauð hann okkur þetta líka en það tókst ekki þá að finna tíma. Núna fundum við tíma þar sem að höllin var laus og þetta er bara frábært tækifæri að koma með stelpurnar og tengjast og gera aðra hluti heldur en að bara æfa og svona undirbúa okkur fyrir verkefni sumarsins. Hérna eru frá hvað föstudegi til sunnudags? Já, komum í gær, tókum mína létta æfingu og svo æfum við tvisvar í dag, tvisvar á morgun og áður en við höldum heim í bæinn. Þú nefndi verkefni sumarsins, þau eru stór, þau eru tvenn verkefni. Segðu okkur aðeins frá því. Já, við förum á Norðurlandamót núna í lok júní og mánaðamótin júní-júlí og það er svona okkar helsti undirbúningur fyrir stóra verkefni sem er Evrópukeppni í Búlgaríu í sumar. Þú þekkir náttúrulega þennan hóp býsna vel. Hvernig stöndum við, ef við byrjum á Norðurlandaþjóðunum, hvernig stöndum við gagnvart þeim? Við spilum í fyrra við alþjóðlega móti í Danmörku. Spilum við Svíana, Danina og það voru hörkuleikir. Unnum báða leikina móti Svíum og töpum að vísu báða leikina móti Dönum en ekki með nema einhverjum 2-3 stigum. Þannig að það voru hörkuleikir. Og við stöndum bara nokkuð vel gagnvart þessum liðum. Við höfum ekki séð Finnana, unnum Noreg. Þannig að þetta verður spennandi að sjá svona hvernig Norðurlandamótið þróast hjá okkur í sumar. Svo þegar kemur að Evrópumótinu þá er náttúrulega það öllu stærra og snúnara verkefni og það er vanda að spá. Já, við fengum ansi svona hressilegan riðil núna. Spilum móti Serbum, Slóvenum, Svartfellingum, Bosníu og Rúmenum. Þannig að það er æri verkefni að spila þar en frábært tækifæri fyrir það er að fá að máta sig á móti sterkustu liðum Evrópu, það er ekki spurning. Hvernig sýnist þeir stelpurnar vera að taka miklu framförum milli ára? Eins og þú sagðir áður, þú varst með í U15 þannig að þú þekkir stelpurnar vel? Já, þær eru að bæta sig og margar hverjar náttúrulega farnar að spila hlutverk bæði í meistaraflokki eða eldri flokkum á móti svona stærri og sterkari leikmönnum, þannig að þær eru að bæta sig milli ára, já. Maður sér það náttúrulega eins og þú segir, það eru margar farnar að spila stór hlutverk í meistaraflokkum, maður sé nú bara eins og bæði með Marín Lind sem kemur úr Tindastól og Karinni úr Þór og það eru eflaust fleiri svo þó að ég þekki ekki, þetta er náttúrulega mikill og skóli fyrir þessu ungu stelpur. Ekki spurning og fullt af nýjaröku stelpum líka sem eru að spila stór hlutverk í meistaraflokkum með þeim, þannig að það er engin spurning að þetta hjálpar þeim að vera búin að upplifa svona meiri körfubolta heldur en bara í yngri flokkunum og það vonandi nýtist okkur eitthvað úti. Þessi hópur sem þú ert með núna, þetta er endalegur hópur, það á ekkert eftir að kroppa neitt í hann? Nei, það er búið að kroppa í hópinn og það eru sem sagt 2 leikmenn sem ekki komust áfram en kursu að æfa með okkur og taka þátt í verkefnum heima í sumar. Það er frábært og sýnir metnað og vilja og dugnað að leikmenn skuli vera tilbúinir að fórna sumrinu í að æfa með okkur þrátt fyrir að vita ólíklegt að það fara út ekki nema að koma upp einhver forföll. Og núna sér maður enn og aftur eins og hefur verið sannast á síðustu árum að körfubolti er ekki bara vetraíþrótt, þetta er bara heils- og síþrótt. Þessar stelpur verður alla vetur. Svo núna æfingar, svo sumarið, það er bara körfubolti. Þetta er bara allt árið. Já, ekki spurning. Ég ætla að fá kannski 2 vikur í pásu í sumar, annars er þetta æfingar og keppnir alveg út í eitt. Það er ekki þannig að þið séu að fara að sleikja sólina þó þið séu að fara erlendis með liðinu í verkefni, það er bara hörkuvinna. Já, það er hörkuvinna. Sólin verður eflaust fyrir utan og við verðum meira og minna inn í íþróttahúsum að æfa og spila og undirbúa okkur fyrir leiki með vídeófundi og annað, þannig að þetta verður samt sem áður, þetta er spennandi, þetta er skemmtilegt fyrir þér og
og svo þetta sé kannski ekki mikið sumarfrí. Spenna í hópnum? Já, það er spenna í hópnum, ekki spurning. Takk fyrir spjallið og gangið ykkur vel. Takk fyrir.